En íslenska hagamúsin merkileg fyrir margra hluta sakir. Þorfinnur Guðnason, kvikmyndagerðarmaður, á kafi við að kvikmynda líf og störf hagamúsa í sérhönnuðu músastúdíó í Biskupstungunum. Við brugðum okkur austur fyrir fjall. Hér á Músafelli í Biskupstungum eru þeir Þorfinnur Guðnason, kvikmyndagerðarmaður, og Þorvaldur Björnsson, aðstofamaður hans, að búa til heimildamynd íslensku hagamúsina. Okkar hagamús heimsins stærsta hagamús. Hún líka frjósamasta hagamús í heimi. Við skulum líta inn í daglegt líf hagamúsarinnar. Jæja. Það var komin inn í þessa íslensku smáveröld. Jú. Getur þið ekki útskýrt þetta aðeins frá okkur? Jú, í stuttumáli þá er þetta kynbátastöð fyrir hagamís. Býtu hvar þá? Hérna, í þessari veröld hérna, erum við búin að setja hagamís á. Já. Þannig að við ætlum að reyna að mynda gotið í vor. Og það er erfiðasta viðfangsefni myndarinnar, að mynda gotið. Og til þess að mynda gotið þá fórum við að veitu við 40 mís og erum búin að skapa svona aðstæði fyrir þær og vonumst þess að ná því næsta vor. Þess vegna er þessi músaveröld þarna inni. Vegna þess að hagamís þurfa dagsbirtu til þess að gjóta og þá ganga þær hér inn og út, sem sagt úr þessari veröld, inn í þessa fóðurkassa sem við erum búin að skýra hérna með nöfnum. Er ekki aldrei mikið umstang að búa til litla veröld inni við? Jú, þetta er, sko, undirbúningurinn er kannski svona 70% og síðan yfirlegan kannski 20 og myndatökur 10. Þannig að það er mikil, sko, bara að undirbúa eitt skot að það getur tekið, sem að kannski varir í 10 sekúndur, að það getur tekið, sko, heila viku. Þorfinnur áætlar að gerð myndarinnar taki 2 ár og þarf hann því reglulega að finna nýja aðaleikara. Þá þarf að fara á músaveiðar og þar koma til sögunar Inga Birna á Vatnsleysu og Þorvaldur Björnsson frá Náttúrufræðistofnun, en stofnunin tekur þátt í gerð myndarinnar. Ég veit ekki hvort ég sinni betri en aðrir en hérna, maður er óhrættur við þær orðið. Fyrst var maður trullurhrættur í mörgum hönskum til þess að skutla sér á þær og annað. En núna er þetta eru mestu greið, það eru mjög blíðar og góðar, maður tekur það upp bara berhentur núna, þannig að þetta er ekkert mál, sko. Það kemur fyrir að maður fyrir að stökkva og sækja þér oft hérna, í grasi eða svoleiðis, og svo erum við með gildrur, sko, þannig að við veit mikið að þeim í gildrur, en þegar við erum að reyna að mynda, þá vil ég að hlaupa út á suður og þá hefur við oft verið svona hamagangur í öskinu við að hlaupa á eftir þeim. Þorfinnur myndar mest út í náttúrunni, en hefur smíðað 4 kvikmyndasett í músastúdíónu að Felli. En hvernig ber hann sig við að mynda mís þannig að þær séu eðlilegar og ófeimnar við myndavélina? Já, ég nota mikið þessa fjárstýringu hérna og þá hérna er hún tengd við þessa vél sem er svo tengd við aðra fjárstýringu. Þetta er svona fjárstýringar sem er notað á flugvélamódelum og svo erum við njósnavél, við getum nú séð það hér. Hérna er nú ein mús að koma og það sér að borða og þegar ég þarf að mynda einhver ákveðna atburðarás þá hérna sit ég bara hér inni og drekk kaffi og tek á fjárstýringuna myndir. Því þá haga þessir eðlilega og það er venjast sko kvikmyndatökuvélinni mjög fljótt, þannig að við getum farað með vélina alveg upp að kannski músunum og tekið úr fjarska. Og þetta er fullt af músaheimilum hérna? Jú, hér er nú eitt. Það er skipt í höfuð á Auði Sveinsdóttur frá Landvernd. Já. Hérna er það búin að koma sér fyrir undir mosanum. Það draga mosan hérna úr, sko, og hylja sér með mosanum, það er kalt hér, sko. Er þetta heimili sem byggt af músunum sjálfum? Já, og hér undir er grótt af hagamúsum. Hann segist hafa vitað lítið sem ekkert um mís þegar hann lagði draugamyndinni, en komist að ýmsu sem tengir saman heim músa og mannfólks.
það er mjög margt líkt með músum og mönnum og hérna til að mynda sko vilja þær eiga sína holu en það er allt í lagi ættingjar og vinir komið í heimsókn og þess áttar en sko það með ekkert fara að dvelja hjá þeim og svona þannig að það er rétt eins og mennirna sko að vilja hafa sitt einkalíf í friði en eru mjög félagslyndar rétt eins og við. Það er mjög athyglisvert ég var að lesa bók hérna til Gunnar Dal og þar var hann að tala hérna tilraunir sem að ameríski vísindamenn gerðu á músum. Þeir gáfu þeim svona allsnægtir og fengu sína hóluna hver og fyrsta árið þá var sko svona rosalega vel með hún og þær áttu börn og buru og allt það en síðan sko var hnignun innanfrá vegna þess að allsnægtirnar voru svona miklar rétt eins og sko Rómaríki að það hnignaði innanfrá vegna þess að það var svo mikil offjölgun og mikil velmegun að músakallarnir að þeir snýru sér að hinum köllunum urðu svona innan gæsalappa homosexual og vildi ekkert sinna konunum þannig að músastofnið dó út þetta flæði hérna það vantar undir aðeins þykra það vantar að þú ljósnavellu hérna yfirvegur það er ljósnavellu við sjáum greið við viljum samt að það sperrið eirinn á það það er leikarinn svona stinga af, heyrðu góður 3,8 sko á flæðum Hvað er þetta hvíta stykkjón á? Þetta er þessi njósnagræja sem við notum við að hérna erum við eiginlega bara að mynda félagslíf músanna og þá nota ég svona fjarstýringu og fer inn í hús og fylgist með á þessari njósnavél og tek síðan myndir þegar við vantar kannski mús koma inn að heilsa annarri og þá býti ég á fjarstýringuna og tekur. Hefurðu lært þessa tegund kvikmyndagerðar eða er þetta eitthvað sem að þú bara hefur verið að þjálfa því? Nei, ég er gjörsamlega ólærður í þessari tegund kvikmyndagerðar. Hins vegar er ég lærður kvikmyndagerðar maður. Ég reyna að nota þann lærdóm með því að búa til svona litla bíómynd hagamýsnar. En ég reyna að forðast sko þessa vísindalega nákvæmni. Að hið myndræna verði leiðandi afl í myndinni. Þannig að þetta verður svona spennandi mynd. Já. Það sem eru hættur á næsta leiti. Lífsbarátta þessara músa, hún er slík og atburðarásin er slík að við fáum það tilfinninguna að þetta sé ein fjölskylda. Og það er mikil fjölskyldudrama í þessari mynd og við reynum að persónu gera sko hagamúsina þannig að áhorfendur sko skynja þarna sé ein fjölskyldusaga. Þannig að þetta verður svona hálfgerð svona Dallas hagamúsa vonandi. En þetta eru sjálfstæða mýs, rétt eins og Bjartur í sumarhúsum. Já. Á myndin kannski heita sjálfstæða mýs? Góð hugmynd.